Innst inni í Vopnafirði, nánar tiltekið í Hofsárdal, kaffihúsið Hjáleigan við hliðina á Minjasafninu í gamla torfbænum að Burstarfelli. Við hittum gestgjafann Fanney Hauksdóttur þar sem hún var í óða önn að setja saman gamaldags ekta skonsubrauðtertu með þjóðlega svuntu. Ég ákvaði í vor að sækja að fá að reka þetta kaffihús sem stendur hérna við hliðina á Minjasafninu á Burstarfelli. Og þar að leiðandi að þar sem við erum hér upp í sveit, 20 kílómetra frá þorpinu í Vopnafirði, að þá þetta nú þannig að kaffihúsið svolítið háð Minjasafninu og kannski líka Minjasafnið svolítið háð því að hér sé rekið kaffihús. Þannig að gesturinn hafi kannski margfalda upplifun þegar hann kemur hérna. Hann geti bæði verið að upplifa safn og síðan kýtla bragðlaukana svolítið líka og þess vegna hef ég kannski verið að reyna að einbeita mér að því að vera með kaffihús sem að svolítið sveitalegt, svolítið eins og þú sért að koma í heimsókn til ömmu og amma sé svolítið að velta því fyrir sér að þú sért alltaf grönn og þú þurfir að fá stórar kökur og þú þurfir að fá nóg af þeim og að bakkelsið sé heimagert og að ég sé nota uppskriftir þrátt fyrir að ég leyfi mér nú að þróa þær og poppa þær upp og gera svona skemmtilegt og þá les ég alveg gríðarlega mikið á uppskriftum og það svo skemmtilegt að fólki hérna út frá í þorpi það síðan farið að færa mér bækur og gamlar uppskriftabækur til þess að aðstoða mig við að finna uppskriftir sem að tengjast gamla tímanum, sem að tengjast safninu og sem að ég hef þá kannski aðeins verið að leika mig með. Já, það skemmtilegt. Já, það Þannig að þetta alveg ekta, sko. Já, ég reyni það, sko. Hérna akkurat Matur og drykkur Helgu Sigurðardóttur, þetta er gefið út 1946, minnir mig. Og hér akkurat, sko, kakóuppskriftin. Hún sem kakóið sem ég með, það úr þessari bók. Það var eitt af fyrsta sem ég ákvaða, það var að henda út kakóvélinni. Þannig að hér bara hitum mjólk og hér bara soðin lögur eftir uppskrift frá Helgu Sigurðardóttur og búið til þannig kakó með að sjálfsögðu rjóma allir saman. Þessi hérna dásamleg og ætti að vera til á hverju einasta heimili. Þetta heitir reyndar, það til bleik líka, hún Gagn og gaman 1 og hér bara með Gagn og gaman 2 hérna. Þetta var það sem að kvenfélagasamband SAK það kallað, austfiskara kvenna það ekki, þeir gafu út þessar bækur og það alveg rosalega margt skemmtilegt hérna og meðal annars þá hátíðar plokkfiskur og ég bauð upp á hann núna, voru vesturfarar hérna og ég var beðin að hafa plokkfisk og mér fannst heldur leiðilegt að hafa bara kartöflur og kjöt og lauk þannig að ég fann í þessari bók uppskriftar sem eru epli og vimbir og annað í plokkfisknum. Og það endaði því að ég þurfti að gjöra svo vel að taka mynd af uppskriftinni og senda hana út. Já, þau hafa verið svona hrifin. Já, og að sjálfsögðu með heimabökuðu rúgbrauði með. Og miklu smjöri. Já. Það svona smjör með smá rúgbrauði ofan á. Ég segi það. En hvernig leggst þessi þjóðlega leið til þess að búa til mat? Hvernig leggst þetta í útlendingana? Mjög vel og þeim langar til þess að pröfa eitthvað íslenskt. Við vorum núna í sumar og komum til með að halda áfram með það, bjóða upp á smakk á súrmat og misu og fleira niður í safni og niður í tunnubúri þar sem að fólk í þessu umhverfi, það sér tunnurnar sem að blómurinn og lífrapylsan og allt þetta var geymt í. Já, inn í safni. Já. Og ég ákvaða Hjáleigan að bjóða upp á svona smakk þar. Ég nú ekkert viss að það sé endilega eitthvað sem þeim langi til að borða en þau smakka þetta og geta þá kannski komið hingað upp eftir. Fengið að smakka eitthvað sem þau væri kannski til að borða meira af. Já, einmitt. Og ég ákvaða að vera ekki með matseðil en eitt svona heldur reyni að spjalla við hvern og einn ef ég mögulega hef tíma til. Og segja þeim frá því af hverju ég með þetta í boði og af hverju ég með þetta í boði og hver sagan á bak við þetta og svona. Stundum hef ég reyndar ekki lengur tíma, þetta búið að ganga mjög vel. Fanney sýndi okkur brot af því sem hún var með í boði þennan daginn og það var nú aldeilis ekki af verri endanum. Ég náttúrulega með kleinur og heimabaka brauð. Já, og svona, þetta klassíska. Þetta klassíska. En svo hef ég verið að bralla við að búa til ís.
bara einfaldur ís eins og var búinn til í gamla daga. Og það vaniljuís og það karamelluís og súkkulaði. Já, og eftir það ein tegund sem í þróun. Og þetta heitir svona svolítið áhugaverðum nöfnum hjá þér? Já, ég sem sagt ákvað það því að ég hef svo mikinn áhuga á vopnfirskri sögu að þeir eru að fá nöfn úr Vopnfirðingasögu. Þannig að Þorsteinn hvíti, hann var afi Brodd-Helga. Brodd-Helgi var sem sagt bóndi á Hofi og aðalpersóna Vopnfirðingasögu. Þannig að Þorsteinn hvíti, það vaniljuísinn. Geitir, hann önnur aðalpersóna Vopnfirðingasögu og hann bjó í Krossavík. Þannig að hann fær karamellubragðið. Og svo svartur, sko, það var maður sem var gerður útlægur. Hann fór upp á Smjörsu og stundaði það sauðaþjófnað og sagt að 12 vetra gamall hafi Brodd-Helgi stungið steinhellu í brók sér, tekið öx í aðra hendi og spjót í hina og ætt upp á Smjörsu og drepið Svart. Og þetta sem sagt í Vopnfirðingasögu. Þannig að Svartur þarna, en Brodd-Helgi, það sá sem ég að þróa. Hann verður að vera bomba, sko, hann verður að vera sprengja. Já, það þarf að vera svona höfuðpaurinn í þessu. Já, það höfuðpaurinn í þessu og ég búin að pröfa nokkrar uppskriftir og ekki enn ánægð. Þannig að hann verður aðeins bara að koma aðeins. Þannig að það eitt af því sem getur verið tilhlökkunar efni fólks að koma í hjálaugina þegar Brodd-Helgi verður klár. Brodd-Helgi verður klár, sko.